Ágætu fundarmenn, fyrir hönd stjórnar málfundafélagsins Frelsis og fullveldis hef ég þann heiður að bjóða okkur öll velkomin til þessara samkomu, þessa fundar mikilsverð málefni í okkar samtíma með öndvegis fyrirlesturum, en við þurfum að kjósa okkur fundarstjóra og ég geri tillögu séra Geir Voge sem fundarstjóra og Önnu Björgu Hjartardóttur sem varafundarstjóra. Takk okkur fyrir, þau eru einróma kjörin og ég bið séra Geir Voge að taka hér við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, hér eru hljóðnemar og annað sem til þarf. Góðir fundarmenn, þó að sé heldur meira liðið á árið heldur en ég hefði viljað með fyrsta fund, þá segi ég gleðilegt ár og feginn er ég að sjá ykkur öll hér í kvöld. Verið hjartanlega velkomin. Það hefur orðið samkomulag það að af framsögumönnunum tali Páll Vilhjálmsson á undan og svo Haraldur Ólafsson. Og ég ætla ekki að hafa inngangsorðin fleiri heldur býð ég Páli að gjöra svo vel að koma hingað og hluta til það. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Við þurfum aðeins að gera þetta Þjóðræði. Tæknilegt. Þið þurfum að gera mér aðvart ef þið heyrið ekki vel í mér. Ég Jón Bjarnason mættur og fundarfært. Ég seltirningur, líktir reyndar á mig sem keflavíska seltirning því að ég ólst upp í Keflavík. Og þegar ég fór að bregðast við beiðni að koma hérna, sem var meira en sjálfsagt og kæri þakki fyrir að bjóða mér að tala hérna á þessu fundi, að þá rifjaðist upp fyrir mér frægasta níðvísa seltirninga sem að hljómar einhvern veginn svona. Það er ég sem að hugsta þetta tækni. Þú mátt ekki fara of langt frá trektunum. Já, ég þarf að vera stiltur. Sem að hljómar einhvern veginn svona. Seltjarnarnesi lítið og lágt. Lífaður fáir og hugsa smátt. Þetta er auðvitað hann Þórbergur sem að yrkir þetta þegar að hann reynir við stúlku hér á sveit og hún vildi ekki þýðast hann. Og þá afgreiddi hann allt svæðið sem lítið og lágt og menn hugsaði þar fátt sá hvorki sumar né sól, sálarlausir eru þeir eins og glerkur í stól. Það er ekki kvennamál núna sem er á dögunni að vísu, erum við hérna komin saman af því að fólkið úr Gosinni, það sem að hann Þórbergur var, þeir eru að reyna það fólkið er að reyna að tróða okkur Evrópujúsu sem við kannski erum ekki alveg inn á. Og þegar ég ígrundaði nánar hvernig ég ætla að leggja þetta upp í kvöld, þá hugsaði ég með mér að ég ætla að reyna að flétta saman þeim hlutum. Það er að segja Evrópusögu, Íslandssögu og svo þessari samtvinnun stjórnkerfis og hugmynda. Og ég ætla að byrja að nefna eitt ártal sem er auðvelt að muna og einn atburð áður ég fyrir að víkja að Íslandssögunni og það er fyrsta útgáfan af Evrópugambandinu
sem að hétið heilaga rómverska keisaradæmi. Venjan að tímasetja það við árið 800 þegar að Karlamagnús var greindur keisari. Þá flyst þungamiðja veraldlegs valds Norður-Alpa, hafði verið þar í fornöld hjá Róm. Svo hefum við á millitímanum þjóðflutningatímabilið þegar að germanski þjóðflokkar gerðu skrávefu og bundu endi á Rómarveldin eða reka síðasta keisarann úr stóli, Rómulus Augustulus, 476, þá miðum við að fornöldljúki. Og þarna 800 þá greindur maður sem heitir Karlamagnús af þjóðinni Franka, sem síðar verða kjarnan í því sem heitir Frakkland í dag. Og forverar hans hafðu tekið kristni 500, Klóvis fyrsti, sá sem sagður hafa gert það. Og þeir binda samtökum og búa til þetta ríki sem næri yfir stærstan hluta Frakklandi í dag, Þýskalandi í dag, Belgíu, Hollandi, Luxemburg og þetta svæði. Og kenna sig við heilaleika, kristni og Rómarveldi. Nú, víkjum á Íslandi, 70 árum eftir að Karlamagnús greindur keisari, þá segja tvær gamlar bækur að Ísland hafi verið að byggjast á dögum Haraldar Hárfagra 870. Og nútíma sagnfræðingar, þeir efast sumir hverjir að Haraldur hafi raun og veru verið til sem konungur. En tilfellið að í kynslóðir á eftir, þá vildi allir vera undan honum komnir. Þannig að þessi hugmynd Harald, hann var nú til eða ekki, verður býsna sterk í vitund fólks mjög snemma. Þannig að við skulum telja víst að Haraldur Hálfdanarson, Hárfagri, hafi í raun og veru verið til. Og við höfum frá Sveitunga Geirs einmitt frásögnina hann, sem þetta skrifið löngu eftir daga Haraldar, en hún svo falleg og hún svo skemmtileg og hún svo lýsandi fyrir þetta rómantíska eðli og þetta rómantísku taugar sem að jável þau okkar sem að vilja vera raunsæðisfólk vita að bærist innra með þeim. Því að Haraldur, hann tekur upp á því að sameina Noreg vegna konu. Hann mjög bráðger á þessum tíma, ekki allir komnir á lögaldur henni sýnist það, þá má alveg segja sögunni eins og hún að hann fyrir að leita sér að konu fermingu. Og fréttir af einni sem heitir Gyða og Eiríksdóttir, dóttir Eiríks Harðalandakonungs, sem smákonungurinn var í, hún var ekki í foreldrahúsi þegar þetta í fóstur á Valdresi, og hann sendi sendinefnd gegnum Guttorm frænda sinn hertoga sem stjórnaði ríkinu meðan að Haraldur var svona venjast. Faðir hans lést þegar hann var 10 ára og hann tekur við ríkið þá. Þannig hann sennilega 12-13 ára þegar hann ætlar að næla sér í hana Gyðu fögru. En Gyða mjög stórlót kona og segir að hún mun ekki leggjast með einhverju smákonungi og vísar sendimönnum á bug. Þeir fara tilbaka til Haraldar og með þeim ráðleggingum, samkvæmt Snorra, að taka hana í ósæmt, sem sagt senda bara lið eftir þessari Gyðu stórlótu og sækja hana í rekkju konungs. En Haraldur, samkvæmt sögunni, segi nei, þetta stórmerkileg kona, hún gaf mér hugmynd að leggja undir mig Noreg. Og það fer hann að gera og stígur á stokk og segir ég ætla ekki að skerða hár mitt í að kempa mér og meðan að ég vinn þetta þurfta verk að leggja undir mig Noreg. Og hann á að hafa gert það í 12 ár. Ég þá sett vaksa, ég get ekki ímynda með hvernig það hefur verið eftir 12 ár en það sem verið svona svolítið mikið. Ég ímynda með hann að hafa haft einhvern trekk á vakinu til að halda það uppi og verkar hefur verið svona áhriflegur því að hann fekk við nefni Lufsa.
En svo eftir orustunni í Hafnarfirði, sem að sumir segja að sé 870, aðrir 72, 74, en það er ekki, að þá á hann að hafa lagt undir sig Noreg og sækir Gyðu. Hún verður hryllanans og hann á með henni 4-5 börn. Hann átti samtals 20 syni og eitthvað annað eins af dætrum, þannig að hann var ekki við eina bennundina kendur. Og skerðir hár sitt, fær þá þetta viðnefni hárfagri. Og að því við höfum nafnan hans hérna og sjáum eitthvað sagan endurtekur sig, þegar Haraldur Ólafs keypti sinni spússu, þá ákvað hann að skerða hár sitt, þá þurfti ekkert að kempa það. Það var ströndingulega laust. En sem sagt, landið byggist á þessum tíma og það sem ég ætlaði að fyrir utan þessa sögum Harald og þá ætlaði ég að leggja aðalega áherslu á hvaða stjórnkerfið komið sér upp hér á landi þegar að þau voru búin að nema all landi sem að Ari Fróði segir að við tekið 60 ár, það að segja frá 870 til 930, að þá komið upp stjórnkerfi sem að við köllum í dag 2 nöfnum. Annað er meira lýsandi, hitt er algengara, þetta sem er meira lýsandi, það kallar goðaveldið, hitt kallar þjóðveldið, þýðir það sama. Grunneiningin er goðin og Landnáma segir frá því hvernig þetta kemur til. Að þá eru vorþing á hætti norrænna manna á öllum svona helstu stöðum í kringum landið og þessi vorþing höfðu það hlutverk að gegna sig hvaða reglur væru á svæðinu og hvaða lög giltu og það kæmi upp ásætti milli granna landamerki eða einhverjir voðaburðir eins og manndráp og slíkt þegar tíma sið fá einhverja niðurstöðu í málið og svo finna menn út að þeir þurfa að hafa allsherjarþing vorþinga til að það verði ein lög í landinu. Og þá segir í Landnámu hvernig þetta þróast. Þá var landinu skipt upp í fjórðunga og það eru 3 þing í hverjum fjórðungi, 3 goðar í hvert þing, þannig að samtals 9 goðar í hverjum fjórðungi, nema Norðlendingar sem er alltaf svolítið sérstakir, þeir þurftu auðvitað að hafa 4 þing. Þannig að við fáum 9 goða í 3 landsfjórðungum og 12 í Norðlendingafjórðungi og þá höfum við 39 goða. Og þetta fyrirkomulag varði í 330 ár. Í Landnámu er talað hvernig þessi goðar urðu til. Þeir gættu upphaflega hofa. Og það segir hérna, en ég tekst að lesa það sem ég hripaði niður úr Landnámu í dag hvernig þetta kemur til. Þá voru menn valdir til að geyma hofana að viti og réttlæti. Þeir skyldu nefna dóm á þingum og stýra sakferli. Það gefti þetta að viti og réttlæti. Þetta er ekki heiðnir prestar sem eiga að friðþega goðin. Þetta eru menn sem að fara með réttlætið í landinu og þeir eru að gera það viti. Þetta getur verið sagt í dag. Mér hefur 4 sinnum verið stemt fyrir héraðsdómi Reykjavíkur, 2 mætti ég óviti og óréttlæti og 2 viti og réttlæti. Þannig að ég tala af reynslu þegar ég segi hvað það er mikilvægt að dómar og sakarmál séu gerða viti og réttlæti. Nú, stjórnkerfið goðanna, þeir höfðu ekkert ríkisvald. Konungsvald var þá að verða til í Noregi með Haraldi eða þeim sem koma eftir. Svíþjóð með Gorminn gamla og Haraldi Blátand og sinni hans og svo Eiríki Sigurðssyni í Svíþjóð. En Íslendingarnir, þeir hafa ekkert yfirvald yfir goðanna. Þetta fyrirkomulag heitir í dag mjög fínu nafni á útlensku og við höfum annað íslenskt orðið við það. Subsidiary á útlensku, nálægðar reglan á íslensku.
Við viljum hafa valdið sem næst okkur. Við gátum ekki, farin ekki nær almenningi með valdið en að hafa það hjá boðum. Og hlutverk stjórnkerfis að glíma eða taka þannig á málum, sérstaklega stórum og miklum, að þau fáum farsæla lausn. Stjórnkerfin var búið til með stofnun Alþingis 930, fór í prófraun við kristnitökuna. Landið var alheiðið, segir Ari fróði, þó að sumir landnámsmenn eins og Helgi Magri hafi verið kristnir við komingað, var alheiðið þegar að leið á 10. öldina. Og þá var maður, afkomandi Haraldar Hárfagra, Ólafur Tryggvason, Noregskonungur, sem vildi bæði kristna Noreg, gerði það með miklu ofbeldi, manndrápum og svíverðu sem okkur finnst mjög ókristileg. Tók íslenska höfðingja sinni í gíslingu og sagði ef að þið látið ekki segjast að þá hljótið vera af. Þannig að Alþingi, eða hlutur, boðarnir, þeir sem fór með völdin í landinu, stóð fram fyrir miklu vanda. Og hvernig leyst það, þekkjum öll, því að það merkilegasta málamiðlun í Íslandssögunnar. Við fundum málamiðlun sem að virkaði fyrir okkur hér á Íslandi þegar að Norðmenn, Svíar og Danir fundu ekki málamiðlun. Því að það voru menn drepnir hægri og vinstri, bæði fyrir kristnitökuna okkar og löngu eftir. Annar Ólafur, ekki Tryggvason, heldur Digri Haraldsson, talinn hafa kristnað Norðmenn endanlega, hann fellur á Stiklastöðum 1030. Þannig að þeir eru að drepa hvern annan heiðnuminn og kristnir í Noregi og Norðurlöndum út af þessari miklu trú. En hvað gerir Íslendingar? Þeir halda einn fund á Alþingi árið 1000, sumir segja 999, það hefðað á talvega sem árið 1000, og finna málamiðlun. Hver hún? Í sem skemmstu máli. Hún kennd við manni sem þið þekkið ábyggilega, giska vel, Þorgeir Þorgeirsson ljósvetningagoða. Hann leggst undir feld og liggur þar hálfan annan sólarhring. Kallar frá menn og segir, ég kom með lausn. Og lausnin í sem skemmstu máli þessi. Þið takið öll kristni, en svo með því fara heim, blót og laun. Allir voru sáttir, því að það að taka kristni, heimsigningu, þýddi bara að vaskusa á kollin og svo farið heim og verið heiðinir eins og bygdu. Gerðu það sjálfsagt. Og við fórum svo varlega í þetta var nýr sigur, að það tók okkur nær 100 ár að koma á skattkerfi sem fylgdi þessu nýja sig, sem 10. kerfið. Það gerði 1096. Þannig að við stöndum fram fyrir ákveðnum vanda, við Íslendingar, við leysum hann á okkar forsendum. Út af nálægðarreglunni, hvernig valdi var nálagt okkur, þá gátum við farið í gegnum ferli sem hlýtur að hafa verið óskaplega erfitt fyrir þá sem að höfðu annars vegar hinn heiðna sið og vildu halda í trú forfeðranna og hinna sem voru samferðir að það væri komin nýr siður, skynsamlegur og réttar og betri. Og við tókum kristni með friði, sem að ég ekki nógu vel að mig til að segja það sé alveg einstakt í sögunni, en það mjög fátítt að heilt samfélag fari í gegnum svona umskipti sem að þetta voru árið 1000 eins og Íslendingar. Nú, það sem gerir síðan, sögðum áðan að þetta kerfi sem þið bjuggu til, þjóðveldið eða goðaveldið, það dugði 330 ár. Það sem feldið á endanum var samstaða norska konungsins Hákonar Gamla og kaþólsku kirkjunnar að það gengi ekki að Íslendingar væru án konungs. Það var bara orðið svo sjálfsögð hugmynd. Það vísaði í mann sem var við krýningu Hákonar og krýnda við hann Páfa Vilhelm kardinála að þetta væri eitthvað stórundalega þjóðan í norðinu sem að þennan hefði ekki konung, allir þetta hafa konung. Og við þekkjum þá sögu, við fórum undir Noregskonung og Noregskonung gafst upp á að vera sjálfstæður sem 100 ára seinna rólega. Gekk inn í danska konungdæmið, Kalmarsambandið
og við erum 600 ár undir erlendum þjóðöryggja, ekki glæsilegasta tímabil okkar sögu. En hvað þá að gerast í Evrópu? Jú, hið heilaga rómverska keisardæmi, það stækkar og stundum minnkar það. Það verða til þjóðlönd sem að brjótast ráði eins og Frakkland á 14. og 15. öld. England, Bretland rís upp, en það er þetta heilaga rómverska keisardæmi. En það fellur með manni sem að krýni sjálfa sem keisara, aldamótin 1800, þetta Napóleon. 6 árum eftir, síðustu leifar af hinni heilaga rómverska keisardæmi. Evrópa eftir þetta stefnir í þá átt að verða þjóðríkja Evrópa. Þýskaland stofnað 1871 með Húsakonung sem keisara. Sameinað Þýskaland verður sterkast aflið í Evrópu. Það verða stórveldaværingar. Það verður fyrri heimsstríð 1914 til 18. Menn vildu heimsstríðið 1914 til að leysa svona hinn þessi vandamál. Það var náða samstæðum að fara í smá stríð. Það átti að klára allt fyrir jólin. En stríð eins og það sem við þekkjum núna verið háð frá því í febrúar 2022 er auðvelt að hefja en miklu erfiðar að ljúka, eins og við sjáum. Svo kemur friður þarna á milli, Versalafriðurinn, þjóðir eru kúgaðir, það kemur austurrískur liðþjálfi og hann verður kanslari Þýskalands og endurtekur leikinn frá 1914 til 18, endur sömu þjóðir, kallar þetta seinna 30 ára stríðið, með þeim hörmungum sem að allir þekkja, sem að hafa massa þeirra af sögu og þegar ég sé að það okkur að þið þekkja þessa sögu. Það sem stendur upp úr þjóðurinn eftir seinna stríðið er ný víðir, aldrei aftur. Og hvað gera menn þá? Þá eru menn búin að læra, telja þeir. Stóru ríkin efna til stál- og kolabandalagsins. Það er til að fara með það sem aðalega er notað í stríð, stál og kola þessum tíma, og fara með það undir sameiginlega stjórn. Það verður til efnahagsbandalag Evrópu og það þróast í það sem við köllum í dag og heitir í dag Evrópusambandið. Og gæti maður spurt, ætli þau sem að nú fara með völdin í Brussel og helstu höfuðborgum Evrópu hafi lært einhverja lexíu hvernig farsælast sé að haga málum? Nei, ekki miðað við það sem hefur verið að gerast á þessa öld. Vestrið, Bandaríkin, Evrópa, sigruðu kalda stríðið sem hafði legið eins og mara á álfunni frá lokum seinna stríðs. Var friður þá, eða í merkingunni voru menn komnir á einhver endastöðu, var þetta orðið ágætt? Nei, það var að gera að stækka áhrifasvæði, því að núna erum við komin í stórveldapólitík eins og við höfum alltaf gert. Færum okkur í austur, þau gáðu Rússum, Jeltsin, loforð við færum ekkert NATO í austur þó að Þýskaland sameinist. NATO var til að gera þrennt, svo ég sitja það svona í ákveðna hnotskurð. Alltaf Sovétríkin úti, Þjóðverjar niðri og Bandaríkjamenn minni. Og nú voru engin Sovétríki og þá fóru menn að byggja upp NATO í nafni friðar, segja þeir, hernaðarbandalagi nafni friðar. Það þróast áfram og það kemur tilboð til Úkraínu í Búkarest fundi NATO 2008. Rússar segja ef að Úkraína fer inn í NATO þá er dagarleiðin fyrir skriðdreka frá landamærum Úkraínu til Moskvu, 1000 kilometrar. Við getum enga varnir veitt. Þetta er bara dautt mál. Úkraína verður að vera hernaðarlega hlutlaus og getur ekki farið inn í NATO.
Var hægt að semja? Jú, það var hægt að semja. Það var samið. Minsk 1 og Minsk 2, 2014-2015. En það var bara ekki efnt, því að maður voru búin að einsetja sér núna á að í anda stórvelda stjórnmála færa út áhrifasvæðið okkar, NATO, Bandaríkin, ESB og til þekki söguna frá 2022. Þetta verður vandi sem að Evrópusambandið þarf að glíma við langa framtíð. Allar líkur eru á að þegar að stríðinu lýkur í austri, þá verði miklu sterkari Rússland að glíma við. Þannig að þeir verða með vandamál í austri. Hvernig það á vestrið? Bandaríkin vilja út úr Evrópu. Þau vilja eignast Grænland, sem undir Danmörku, sem að Evrópusambandið vill alls ekki gefa. Evrópusambandið sá fyrir sér og sér fyrir sér að styrka sig í norðri, gera sig öflugt í norðri, Grænland, Íslandi, til að eiga aðild að norðurslóðarsvæðinu með þeim ítökur sem að það fylgir og eins og ég hef einhvers staðar skrifað þeir ætla sér Ísland. Í gömlu höfuðborg Karla Magnúsar, Aachen, mætti Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar síðasta vor og lýsti þessu í ræðu. Við þurfum, nefndi ekki Ísland en hún nefndi Grænland, við þurfum að taka þátt í það sem hún kallaði á ensku power politics, sem eru bara valdastjórnmál. Við þurfum að ná stöðu í norðri. Þar sóknarkraft. Allt lokað í austri, Úkraína logar, komist ekkert þangað, svo er Miðjarðarhafið, svo er Atlantshafið, svo er norðrið. Á sama tíma er Bandaríkin að segja við erum hættir í Evrópu. Úkraínustríðið er engar vandamál, segir Trump Bandaríkjaforseti. Þannig að ESB Evrópa er í úlfakreppu. Í þeirri úlfakreppu ætla þeir sóknarleik og sá sóknarleikur verður leikinn í norðri, þar sem við erum. Þess vegna þurfum við að gæta okkar á næstunni því að sitjandi ríkisstjórn, ef maður ekki að segja, hún talar ekki eins og boðanir að vita og réttlæta málin, heldur á óviti og ef ekki óréttlæti þá að Óforsi. Óforsi er orðið sem að er lánaði ágætt að hafa. Þannig að hvernig þetta fer allt saman, það voru fréttir í dag að tveir embættismenn í Brussel segja að það verði jafnvel þjóðaratkvæðagreiðsla núna í ágúst á Íslandi það hvort að eins og sagði í frétt Politico, Iceland would join EU. Sjáðu það. Politico, þá er það ekkert að velta fyrir sig. Það sé einhver spurning hvort þau opna við eða eitthvað, nei bara hvort það alltaf sækja. Þjóðaratkvæðagreiðslan, henni verður stillt upp þannig að bara kíkja í pakkan. En fáið þeir í á, þá er sagt Ísland samþykkir aðild að ESB. Og við skulum varast að falla fyrir þeirri blekkingu. Kæra þakkir. Svo. Ég þakka Páli fyrir prýðilegan inngang að þessu samtali sem við eigum hér í kvöld. Það eru auðugan garð að gresja í því sem hann gaf okkur inn. Ég nefni bara 3 orð sem að ég bið ykkur fundarmennum að hafa í huga. Fyrir utan þetta sem hann talaði vitið og réttlætið og málamiðlunina og nálægðarregluna, það samviskufrelsið. Það er það atriði sem að forfeður okkar á þingi árið 1000 höfðu í miklum metum. Það er ekki hægt að beygja samvisku manna. En áður en að ég býð velkominn Harald Ólafsson til þess að taka við framsögu þar sem frá var horfið,
þá hvet ég ykkur til þess að rétta hátt upp hönd þegar þið biðjið um orðið og nefna nafnið ykkar hátt og skýrt því að fundarstjórinn er mikill sauður orðin. Heyrir illa og man þeim ver. Gjörðu svo vel, Haraldur. Þakka þér fyrir, Geir. Þakka þér fyrir, Páll. Þetta var skemmtileg ræða. Góð. Skemmtileg en það sem ég ætla að fara að segja núna. Það er verið þungið, það er meira myrkur í því sem ég ætla að segja. Mér langar þó að halda aðeins áfram með þetta skemmtilega sem að Páll var að tala um. Að lítum við nú á söguna hvert með okkar augum og með árunum hef ég sannfærst það að landnám Íslands sé nokkurn veginn næst merkilegasti atburður miðalda í þeirri merkingu að þarna fóru mjög margir á opnum skipum með allan búfénað yfir úthaf. Eitt að fara í landkönnun með ströndum landa eins og Pyþías gerði mörg hundruð árum áður með eitt skip og hafa alltaf land sín en þarna eru stórkostlegir þjóðflutningar yfir úthafið. Ég segi næst merkilegasti atburðurinn held ég að sé nú samt landnám Grænlands. Því að þar fóru menn á þessum sömu opnu skipum yfir mjög erfitt svæði þar sem það var mjög þokusælt og ís og gríðarlegir stormar og þrálátir við hvarf á Grænlandi og gátu haldið þær upp í samfélagi í 400 ár sem að byggði á reglubundnu siglingum yfir Atlantshafið. Vel að merkja. En nú um það. Við horfumst í augu við það núna að þurfa að leggja á stað í baráttu og ég ætla nú ekki að fara að sannfæra þennan hóp hér gildi þess að varðveita fullveldi sjálfstæði Íslands. Ég ætla að ræða nokkur atriði í þessari baráttu sem að mér finnst stundum hafa orðið örlítið útundan í umræðunni. Það kann að vera að það helgist af því að ég hafi sjálfur verið með hugann annars staðar þegar það var rætt. En það nú þannig að þetta sem ég ætla að segja núna á nú að hugsast sem hvatning til þess að fólk sem hér til ykkar hérna og okkar allra. Það þannig að þegar að menn velta fyrir sér rökum á móti því að ganga í Evrópusambandið að þá eru þau einhvern veginn svo mörg, þau myndu duga til að fylla mörg bindi margar símaskrár, að menn lenda oft í því að fara að ræða einhver smáatriði og þá detta þeir gjarnan út úr umræðunni sem að þurfa helst á henni að halda, þessi 20-30% sem að við þurfum að fá í okkar lið. Aðalatriði sem að alltaf gott að hafa í huga þegar að menn mæta á kaffistofuna og þar einhver Evróputrúboði á staðnum að máli snýst að það skiptir máli að þeir sem hafa vald til að setja lög séu í landinu sjálfs og þeir fái umboð frá þeim sem að búa í þessu sama landi. Það snýst þetta mál allt saman. Ef að þetta vald, þetta stjórnvald horfið til útlanda til vandalausra manna einhvers staðar út í heimi, þá algjörlega óhjákvæmilegt að það muni á endanum fara illa. Því að lögin verða alltaf sniðin að þeim hópi sem að þar þessum stóra massa sem 99,2% af íbúum Evrópusambandsins. Og það yrði stjarnfræðilega dýrt fyrir Íslendinga að taka þátt í þessu ævintýri.
Og þar erum við ekki bara að tala þessar 40 milljarðar sem félagsgjöldin eru og sem að koma einhver leiti tilbaka í formi styrkja til einhverja aðilar sem að telja sig græða á þessu öllu saman, heldur líka í þeirri kröfu það að það þurfi að laga stjórnkerfi landsins að kröfu Evrópusambandsins sem það bara krafa sem á borðinu og mun kosta 10 milljarðar. Heldur líka að hér tala ég allan þann kostnað sem fylgir að fylgja öllum þessum lögum. Og það ekki lítið. Þar fjúka tugir ef ekki 100 milljarða. Þegar við vorum að eiga við þetta mál fyrir 15 árum síðan, þá var gjarnan talað að lög Evrópusambandsins væri fyrst 90.000 blaðsíður og svo hækkaði talan upp í 100.000 og meðan á ferlinu stóð. Það var dálítið tákgrænt að það skyldi gerast. Núna menn hættir að telja, en ég búinn að spyrja nokkrar vitvélar hvað þær telja að tala, hver þær telja að talan sé og fæ tölur á byrjun 150-200.000 blaðsíður. Og menn geta rétt ímynda sér hvernig það að reka lítið samfélag sem þarf að fylgja 170-80.000 af blaðsíðum af lögum sem eru vel að merkja skrifuð fyrir samfélag sem meira að minna öðruvísi heldur en Ísland. Bæði stærð og atvinnulífi og gerð. Nú, ég held að sko ef við færum þarna inn, að þá líklega niðurstaða fyrir Íslands samfélag svo að það ljóst að auðlindirnar fara allir undir þessa erlendu stjórn og fiskurinn verður sóttur með 100 togurum og hann verður landað einhvers staðar á meginlandi Evrópu og orkan hugsanlega færð út með kapli eða afgreitt með einhverjum einföldum öðrum hætti, það eitthvað framleitt hér sem hægt að flytja út auðveldlega. Og Ísland verður einhvers konar verstöð fyrir rútubílstjóra og leiðsögumenn og krakka sem að taka að sér að skipta á rúmunum á hótelunum. Nú, það þetta með rökin fyrir því að ganga þarna inn sem að við þurfum alltaf að taka stá við. Ég ætla að taka stá við okkur með einstu degi þegar ég hitti fólk nú eða á netinu. Þau voru fyrir ári síðan aðalega að við fengjum ódýrt lánsfé. Nú hafa vextir svona lækkað jafnt og þétt og það gerist nú ekki mjög hratt og það hafa þeir þó lækkað. Og þessi rök eru svona farin að hverfa aðeins út í þokuna. Það sem að tekur eftir því í sambandi við þau að þeir sem að halda þessu fram eiga það allir sameiginlegt að vera ekki sérfræðingar á þessu sviði. Þú finnur engan prófessor í hagfræði sem að stendur upp og segir við þurfum að fá evru til þess að fá til að peninga. Einu sinni fjármálaráðherra. Takið eftir því. Þeir, hann talar ekki þetta. Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði, segir þetta sé tóm vitleysa. Og það auðvitað því að þetta tóm vitleysa. Þetta ekki leiðin, það dettur engum hagfræðingi í hug að útvega ódýrt lánsfé með því að breyta gjaldmiðil. Þetta alveg sér íslensk hugmynd og hún hefur ekki einu sinni náð inn í hóp sérfræðinga á þessu sviði. Lítum núna á til dæmis hvað að gerast í Evrópu. Það þannig að raunvextir eru mælikvarði á hvað peningar kosta í alvörunni. Það að segja vextir umfram verðbólgu. Og þeir eru lægstir núna þessar mundir í Svíþjóð, landi sem ekki með evru. Þeir eru mjög lágir þar, nálægt núli. Þeir eru hæstir í Frakklandi, háborg evrunar. Og þar eru raunvextir á svipuðu róli og hjá húsnæðismálum og hjá söfnunarsjóði lífeyrisréttinda í Reykjavík. Það nú bara þannig. Þetta bara tölurnar. Hitt svo annað að meðaltali eru raunvextir á Íslandi 1-2% yfir því sem það í mörgum nágrannalöndum. Og það eru ástæður sem að liggja þar að baki sem hafa ekki með gjaldmiðilinn að gera heldur íslenskt samfélag,
Það yfirleitt meiri gangur í hlutum hér, meiri eftirspurn eftir lánsfé og það má deila það hvort að þetta sé óskaplega ósanngjarnt. Við skulum hafa í huga að stærsti lánveitandinn eru lífeyrissjóðir landsmanna og þeir eru feitari heldur en lífeyrissjóður nokkur annað í Evrópu. Þeir eru mjög feitir og stærsti lántakandinn eru fyrirtækin í landinu. Þannig svo, nú þegar vaxtaumræðan fór að fjara út og þá kom þetta öryggismál þarna. Það virðist vera að margir hafa einhvern veginn fylgst óvissu þegar að styrjöldin hófst í Úkraínu. Nú fjarar undan því, bæði nú styrjöldin að hætta og svo virðast menn hafa áttað sig á því að það væri lausnin eða leiðin til þess að auka öryggistilfinningu fælist ekki í því að ganga í Evrópusambandið, það verður nú aðrar leiðir til þess. Og það líklega einhelsta skýringin á því að fylgi við inngöngu í bandalagið í Evrópusambandi það náði hápunkti 2022 þegar innrásin byrjaði og svo hefur það jafnt og þétt fjarað og núna í 40% sem þó hátt. Það hátt finnst mér með við það hversu þunn og merkileg rökin eru og hversu mikið þynnrið en þau eru. Og núna heldur við að það voru 2010 þegar Bretar voru inni og þegar margir voru hausnum á Íslandi og hlutinni gengu svona frekar illa fyrir sig hér eins leyti. Nú, staðan sem sagt svo að við erum með 40% með og 40% á móti og svo þarna 20% sem að hafa ekki tekið afstöðu. Og það þó ekki alls sagarsögð. Við erum á ferðalagi þar sem að þessi meðhópur, þessi jáhópur jafnt og þétt að minnka. Og þeim mun meiri sem umræðan verður, þeim mun meira minnkar. Og svo það líka þannig að harðlínumennirnir eru eiginlega allir í okkar hópi. Það eru mjög fáir sem eru grjótharðir og láta það ráða atkvæði sínu. Hvort að flokkurinn ætlar að ganga í Evrópusambandið ekki. Það hins vegar mjög margir, mjög harðir í okkar hópi sem að láta það ráða sínu atkvæði hvort að viðkomandi stjórnmálaflokkur traustur fullveldisflokkur eða ekki. Nú, ég tek undir það sem að Páll segir í sambandi við óskir Evrópusambandsins. Fyrir 15 árum að þá sáu menn fyrir sér að Evrópusambandið vildi eignast auðlindir Íslands og ég held að það sé þetta alveg rétt og vilja auðvitað hafa vald yfir þessum auðlindum. Þeir vilja núna gjarnan fá einhvern til þess að borga reikningana. Þeir eru háir og verða himinháir ef Úkraína fer þarna inn eða þar sem eftir að Úkraína fer inn og þótt að Íslendingar munu nú ekki borga mikið á evrópskum mælikvarða þá muna nú þá aura. Nú, það nú líklega þegar upp staðið aðrir hlutir sem að stjórna ferðinni þarna og það þá aðgangurinn að norðurslóðum eins og Páll nefnir og svo skulum við heldur ekki gera lítið úr þeirri hugmynd að það sé gott að íbúum stórveldis líði vel þegar stórveldi stækkar. Þetta var mjög áberandi í opinberri umræðu í Frakklandi sem ég fylgdist með þegar Evrópusambandið stækkaði til austurs. Mörgum leið betur þegar að ríkið sem að þeir voru þegnar í var orðið stærra. Það var bara gaman. Þetta vitum við frá heimskringlu líka. Nú tala ég bara eftir minni en mér rámar í að það hefur Ólafur Tryggvason sem sagði að þjóðin, fólki vilji fá konung sem að gerir eitthvað en ekki konung sem lifir lengi. Það bara dálítið mikið til því. Sérstaklega í þessum gömlu stórveldum, Frakklandi, Þýskalandi, sérstaklega Frakklandi. Og
ég má nú til með að minnast aðeins á fleiri atriði í sambandi við þessa Evrópuumræðu vegna þess að hún svo ólík eftir öllum. Hún á mjög lágu plani hér með fyllstu virðingu fyrir Evrópusambandssinnum að þá gengur hún öll út á það hér að lofa einhverjum, lofa peningum sem er ekki eftir staðar, lofa þessu og hinu í trausti þess að það þurfa allir að standa við það. Þegar munum komnir inn það þýðir ekkert að fara að segja að þið lofuðu þessu og svo kemur það ekki. Þá finnst það menn bara hausinn. En Norðmenn og Svíar gengur til atkvæða svipuðum tíma hvort þeir ættu að innlifa löndin í Evrópusambandið og það var ekki miklu lofað í Noregi. Það var sagt að ef við göngum ekki inn þá verða vextir himinháir. Vextir í Noregi hafa verið með því allra hæsta í Evrópu mjög lengi. Neikvæðir raunvextir af húsnæðislán en fá borgað fyrir að taka lán. Mjög sérkennilegt. Og það þrátt fyrir að gjaldmiðillinn sé svona lítill sem hann vissulega niður við evruna. En þar voru rökin þau að Evrópa væri partíð og við værum félagsskítar ef við kemum ekki með í þetta partí. Það væri siðferðileg skylda okkar að taka þátt í þessari stjórnmálahreyfingu sem Evrópa er. Hjálpaði Evrópu að ná sínum markmiðum frið og velsæld. Og það væri líka skylda þjóðar sem að byggja yfir svona miklum auðlindum eins og Norðmenn gera að deila þeim með öðrum. Þetta voru rök sem að virkuðu töluvert mikið, töluvert vel. Það var að vísu auðvelt að skjóta það síðasta niður vegna þess að með bentu fullveldi sem er í Noregi bentu á að það fólk sem að væri í alvörunni fátækt, væri í Afríku og Asíu, ekki í Evrópu. Með lagt mikið fátækt í heiminum með því að gefa þeim næstu ríkustu peningana sína. Norðmenn höfnuðu þessu, Svíar ekki. Síðan þá hafa gríðarlegir fjármunir runnið frá Svíum í hítina í Evrópusambandinu. Það er ekki mikið talað það, furðulítið. Menn finnst óþægilegt að tala það í Svíþjóð sjálfsagt að þetta svo mikið peningar og það er ekki flókist fyrir það. Og umræðan í Svíþjóð var dálítið öðruvísi en í Noregi að því leyti til að margir í Svíþjóð voru í hjarta sínu sannfærðir það að Evrópa bíði eftir þeirra leiðsögn. Nú skulum við ekkert draga úr því að það er mjög útbreidd skoðun í Skandinavíu að Norðurlöndin hafi náð lengst í þroska meðal þjóða í heiminum og restin af heiminum bíði eftir þeirra leiðsögn í stjórnmálum og öðrum málum. Og þetta var rætt býsna opinskátt í Svíþjóð og menn trúðu því margir að Svíþjóð væri sjálfkjörin sem leiðtogi í Evrópusambandinu. Svo var það auðvitað ekki þannig. Þó Svíþjóð sé 30 sinnum stærri hvað snertir mannfjölda en Ísland og þá þeir eru auðvitað ekki nokkuð sköpum hlut í þessu bandalagi. Það eru fagrar og þjóðverjar sem ráða. Þetta var nú smá útúrdúr. Við þurfum að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu. Við þurfum að ræða hana til hvers hún er. Hún nú kannski ekki alveg bara birtingarmynd á ást á lýðræðinu, eins og þeir sem tala fyrir atkvæðagreiðslunni tala oft Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hefur það markmið að hrinda af stað ferli sem að miðar af því að afnema lýðræðið. Skulum ekki gleyma því. Og það eru rök sem eru mjög þung þegar maður fara að tala um lýðræðið í þessu samhengi. Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona sömuleyti ráðgáta, hún á að fara fram í lok kjörtímabils. Það Alþingi sem að núna og sú ríkisstjórn sem núna á ekkert að takast á við það sem kemur út úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þegar maður fer að velta þessu frekar fyrir sér og ræða við fólk innan stjórnkerfisins sem við gerum nú alltaf,
við sem erum svona að ræða þessi mál daglega í heimsinn. Við höfum nú komist að því að hér fyrst og fremst verið að reyna að fá hrók inn á borð stjórnmála á Íslandi til næstu 10-20 ára. Það þarf að fá þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsmál og hún þarf að vinnast og þá verður hægt að vísa til hennar við ótrúlegustu ákvarðanir. Vísa til þess að það hafi verið þjóðaratkvæðagreiðsla eitthvað sem tengist Evrópusambandinu og þess vegna sé eðlilegt og heimilt að gera þetta og hitt. Semja við Evrópusambandinu og fylgja þeirra utanríkisstefnu eða stunda hvers konar aðlögun, sama hversu mikið hún kostar. Og þegar maður kominn þangað þá erum við náttúrulega ljóst að það skiptir kannski ekkert svo miklu máli hvernig spurningin var orðið. Það eina sem skiptir máli að það komi já. Hvað tónum það? Þetta allt platt. Gleymum ekki hvernig fórum með atkvæðagreiðsluna sem var stjórnarskrá, eða þessi drög af stjórnarskrá sem komið fram. Nú hafa við ýmsar skoðanir á þessum drögum, en það var spurt í atkvæðagreiðslunni hvort að það ætti að leggja drögin til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Það var ekki spurt hvort að drögin ætti að vera ný stjórnarskrá, heldur hvort það ætti að leggja til grundvallar. Eftir að vera mótið því og til öryggis hvort að menn vildi fá miklu meiri bygning fyrir fyrst þinginu. Þetta var þetta samþykkt að vísa ekki með 30% atkvæða, að 30% atkvæðum, 30%, 33% atkvæðisbæra manna á Íslandi, en þetta var samþykkt. Og korter eftir atkvæðagreiðsluna byrjuðu menn að tala og það væri búið að samþykkja nýja stjórnarskrá. Og það eru fáir sem að gera athugasemdir við þetta og mjög margir sem að líta svo á að það hafi verið samþykkt ný stjórnarskrá. Þetta held ég að sé plottið í sambandi við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og við þurfum að segja nokkur orð þessa undanþágu umræðu sem að trollir yfir öllu. Nú liggur það fyrir að samkvæmt yfirlýsingum Evrópusambandsins, samkvæmt reglum Evrópusambandsins, samkvæmt yfirlýsingu stækkunarstjóra Evrópusambandsins, þá ekki að ræða neinar undanþágur. Reglur, lög, Evrópusambandsins gilda fyrir alla í Evrópusambandinu. Nú, hvernig verður það leyst? Það verður auðvitað leyst með því að hafa loðið orðalag í einhvers konar samningi. Orðalag sem að Evrópusambandið eða Evrópudómstóllinn sem að vera verkja dæmir í svona málum á ekki neinum vandræðum með að skilja sem merkingarlaust. Það verður hins vegar kynnt fyrir íslensku þjóðinni sem stórkostlegur sigur, allt fyrir ekkert. Nú, svo líka gott að hafa í huga að það eru engir samningar meitlaðir í stein. Jafnvel þótt að það fengist einhver undanþágur sem ekki vást, þá eru svona samningar aldrei meitlaðir í stein, ekki frekar heldur en reglurnar sem að voru samþykktar af Alþingi hvað menn mættu gera heima hjá sér, sem að vildi vera heilir áfram. Það fjaraði auðvitað út smám saman, tók að vísa nokkur áratugir, hlutinni gerðust hægt í gamla dag, þeir gerast hraðar núna. Og við sjáum að valdheimildir Evrópusambandsins eru svo miklar að því í lófa lagið að knýja fram hvers konar breytingar á samningum sem að þeim sýnist. Og Evrópusambandi hikar ekkert við að refsa þeim sem að gera eitthvað sem að þeim finnst ekki nógu gott. Takið eftir því hvernig þeir láta við æðsta mann í Ungverjalandi til dæmis. Honum verður á að fara til Moskvu að tókast að sitja að segja frið. Og Evrópusambandi fer gjörsamlega hjörunum og leggur á ráðin með refsiaðgerðir. Það er nú ekki mikið frelsið þar. Nú, í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu máli að það segja sumir að það sé ágætt að ljúka þess að þurfa bara afgreiða þetta í eitt skipti fyrir öll.
Og nú hefur Kristrún Frostadóttir tekið af skarið með það og sagt að þetta verði bara ekkert afgreitt í eitt skipti fyrir öll, ef þá komið í röng niðurstaða þá verður bara kosið aftur sinna. Þannig virkar þetta virkar þannig í Noregi, menn fá frið í 1-2 ár eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og svo byrjar suðið strax aftur. Við verðum bara að horfast í augu við það, þannig verður þetta á meðan Evrópusambandið vill stækka. Og síðast en ekki síst svolítið mikilvægt að hafa í huga að það ekki alveg ókeypis að fara í einhverjar könnunarviðræður. Og lagt af stað í umsóknarferli þá þarf að stofna hópa í öllum ráðuneytum. Og það eru menn í hver einustu stofnun ríkisins, það eru menn hjá sveitarfélögum og það eru menn hjá stærstu fyrirtækjum sem að þurfa að fara að vinna í þessu máli. Og þar fara leið 10-20 milljarðar á ári. Bara í það að kaupa graut handa þessum mönnum og einn miða til Brussel. Ég bar þessa tölundi mann sem þekkir vel til innan stjórnkerfisins og hann hló nú og sagði Haraldur minn, þetta allt og látala, þetta miklu dýrara. Það nú svo. Hvað til ráða í þessu máli? Það sem til ráða auðvitað að halda fundi eins og þennan, en hann dugir ekki til að sannfæra inn á ósannfærði og sækja sálið úr liði andstæðinganna. Við þurfum að fara á kaffistofu landsmanna og sannfæra þá sem þar eru og svo þurfa menn líka að skrifa og koma af stað hjá fjölmiðlum. Ég veit að hér inni eru þó nokkuð margir sem eru nú í einhverju aðstöðu til þess að komast í útvarp eða jafnvel sjónvarp. Það skiptir bara mjög miklu máli. Það þarf að þrýsta og þáttagerðarmenn að fá að komast að. Við gerum það, sjálf mínu félagi og það bara virkar. Ef einhver Evróputrúboði kemst að einhver staðar, þá þarf maður að hringja strax og segja, heyrðu nú bara, ef þið viljið gæta jafnræðis, þá þurfum við að hleypa okkur að líka. Þetta virkar. Sumum finnst það frekja og sumir fjölmiðlamenn fara auðvitað í bakvás. En sérstaklega það nú ekki nógu kurteis við á, en það var bara ekki þess að vera kurteis. Það skiptir líka máli að fjölmiðlar séu fullir af rökum viðstöðulaust. Það þurfa að birtast helst nokkrar greinar í viku. Það ekki alveg nóg bara að Hjörtur komi með 2 dag. Það þurfa að vera greinar frá stórum hópi. Við í Heimsýn erum að reyna að reyfast við að birta helst nokkrar í hverju mánuði, dreifum þeim á fjölmiðlana og tökum svona í hverju grein eitthvað eitt mál fyrir. En það þurfa að vera margir höfundar. Þeir sem að lesa fjölmiðla þurfa að skynja að það sé að ræða fjöldahreyfingu, ekki bara lítinn kjarna. Hjá Evróputrúboðinu þetta mjög lítill kjarni sem endurtekur sig í sífellu. Þeir hafa lítið að tala og búa til einhverja froðu í kringum það og það erfitt að virkja stærri hóp í það mál. En ég held að það sé auðvelt að gera það í okkar hópi. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég ætla þó að segja að það einn rök sem að mér leiðast nú alltaf dálítið en virka. Og það eru ekki núna rökin. Við höfum ekki að ganga í Evrópusambandið núna því það er brennandi hús. Ekki núna því að Evrópusambandið er sveppandi skip. Og ég sýnist að þessi rök virki. Þau virkar sérstaklega fyrir þá sem eru svona á báðum áttum eru til í að koma til okkar núna og alltaf svo að endurskoða sína afstöðu eftir 5 ár eða 10. En auðvitað eru þessi rök ómögulega þess að jafnvel þó að sé ekki eldur í húsinu núna það mun að auðvitað kvikna í einhvern tímann seinna
kannski eftir 10 eða 15 árum og dallir mun sökkva aftur. Það er alveg fráleitt að farga fullveldin í dag bara út frá einhverjum svona sjónarmiðum að staðan í Evrópusambandinu sé þessi eða hinn. Við erum að tala ákvörðun sem er í framkvæmd óafturkræf. Athugum það. Þá koma Evróputilboðendur og segja Bretar sluppu. Bretar sluppu vegna þess að Þjóðverjar og Frakkar þurfa nauðsynlega á breskum markaði að halda. Þjóðverjar og Frakkar þurfa ekki neinu markaði á Íslandi að halda. Á Íslandi gildir bara fordæmið, hið slæma fordæmi sem að myndi skapast í það að einhver slípi út. Að lokum spyr ég Evrópusinnar hvað hefur við þá að gera. Á þá bara að útiloka Evrópu sem sambandsaðild alla framtíð. Svarið við því það að menn geta haldið áfram að boða sína trú og svo þegar fylgi við innlimun í Evrópusambandi er komið upp í 70-80% meðal þjóðarinnar. Komin stór meirihluti á Alþingi og samstíga ríkisstjórn, gerist auðvitað ekki á okkar æviskeiði, þá er kannski rétt að skoða málið. Takk fyrir. Kristján minn, þú verður að bjarga þessu. Ég skal reyna þessu. Þakka þér fyrir, Haraldur. Ekki var síður feitt á stikkinu í þessari framsögu. Eins og til dæmis þetta, þeir sem að setja lögin í landinu þurfa sjálfur að vera innlendir menn og mætti bæta við og þurfa sjálfur að vera undir þeim lögum sem þeir sitja. Því það var eitt af því sem að þjóðveldismenn gerðu, að þeir settu ekki öðrum lög, þeir settu öllum lög sem bundu alla menn. Og það, nú má ég ekki sleppa mér út í það að halda því fram að það sé nú ekki allir undir sömu lögum í Evrópu, látum það nú vera. En nú er orðið laust, best er ef að menn koma hér að borðinu og láta mig skrá sig. Það er einn kominn og ég sting upp á því að menn komi sem vilja fá orðið, komi og tylli sér hérna hjá mér. Það er einn á undan þér, það er einn búinn að biðja orðið og hérna séu tilbúnir þannig að þetta gangi greiðlega fyrir sig, að það er ekki tími í að ganga fram og aftur í salnum. En séra Halldór Gunnarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Halldór. Já, og áður en að Halldór byrjar, þá er kaffi á borðum, hér gjörðu svo vel, farið og fáið ykkur kaffi. Fundarstjóri, gott fundarfólk, ágætu framsögumenn, ég þakka ræður ykkar, sérstaklega þessa áminningu hvaðan við Íslendingar komum og yfir hvaða auðæmum við búum og hvernig við aftur og aftur höfum verið við það að glata og jafnvel glatað okkar sjálfstæði. Nú er ekki lengur spurningin það hvort að við getum samið við Evrópubandalagið að fá 6 skip á ári. Við erum ekki heldur með neinn Þorgrím lögsögumann, Þorgeir lögsögumann til þess að koma með ný lög sem samin okkur í vörn. Við höfum heyrt hvaða vanda við stöndum frammi fyrir og ég vil segja við ykkur hér að vörn okkar er ekki auðsæ vegna þess að við búum við stjórnmálaflokk sem við virðumst ekki gera okkur grein fyrir sem ræður næstum allri umræðu. Það er þetta sjálfskipaða vald á efstaleiti, ríkisútvarpið og sjónvarpið sem að stjórnar umræðunni.
og þó að Haraldur telji að það sé hægt að koma af stað umræðu að þegar hitnar í kolunum þá ræður þetta afl og við þurfum að búast við því. Ég býst við að við sem hér erum vitum að þetta er alvöru mál. En alvaran er þessi að 70% kjósanda kom úr Stór-Reykjavíkursvæðinu og það er stórkostleg hætta þegar hver og einn hugsar sína stöðu. Unga fólkið sem fær ekki þak yfir höfuðið, gamla fólkið sem er sumt svívirkt og þingmenn tala að það sé óskaplegt að bæta kjör þeirra þannig að þeir fylgi eðlilegum launahækkunum eins og annað fólk og við búum við Alþingi sem að stjórnar umræðinu eins og þau hafa gert, eins og forsætisráðherra hefur sagt, þetta á ekki að verða umræða. En hættan, hún er þessi að umræðunni verður stjórnað frá ríkisútvarpi og sjónvarpi og vegna þess að þessir aðilar hafa náð þeim tökum á þjóðinni að stóru leyti með Goebbels aðferðinni sem var mótuð í COVID. Þannig að það myndast eins og fylking sem við getum ekki ráðið við. Og þess vegna er ekki nóg að hlusta á fortíðina að tala þær hættur sem skapist. Við verðum að búa okkur undir það að koma af stað umræðu á okkar vegum fram hjá ríkisútvarpinu og við þurfum að búa okkur undir það að þeir aðilar sem þar stjórna verði að horfast í augu við réttlæti, verði að horfast í augu við að það þarf samviska að ríkja í þeirri umræðu sem framundan er. Mættu við hafa heill til þess að geta náð þeirri stemningu í þeirri baráttu sem við verðum að heyja. Takk ykkur fyrir. Þakkaði fyrir sér að Halldór minn. Birgir Steingrímsson er næstur og þar næst Sigurður Þórðarson. Gjörðu svo vel, Birgir. Og komiði orðsendingu til mín það ef þið viljið tala. Já, takk fyrir. Ég hef nú aðeins verið að skoða gögn varðandi aðild Íslands að Evrópusambandinu, kosti og galla. Við höfum nefnilega mjög gott dæmi afleiðingar þess að ganga í Evrópusambandið. Það er náttúrulega Svíþjóð og Finnland. Svíar gengu í Evrópusambandið 1994, Finnar 1995. Og ef maður ber saman þjóðarframleiðsluna í þessum tveimur ríkjum á mann, þá séum við það til 1992, þá var þjóðarframleiðslan í Svíþjóð $33.000. Á Íslandi var hann $27.000 á mann, sem sagt. Svíar voru mun ríkar Íslendingar, 20% hærri þjóðarframleiðsla. Í dag er þannig, og Svíar voru í 7. sæti í heiminum, Íslendingar voru í 10. sæti. Núna í dag er staðan þannig að þjóðarframleiðslan í Svíþjóð er rúmlega $60.000. Þeir eru 20. sæti í heiminum, en þjóðarframleiðslan í Íslandi er $100.000 og við erum í 5. eða 7. sæti í heiminum. Þannig að Svíar hafa farið úr því að vera með 20% hærri þjóðarframleiðsla mann niður í það að vera með 30-40% lægri þjóðarframleiðsla mann á þessum tíma sem þeir hafa verið í Evrópusambandinu. Og ástandið í Finnlandi er ekki mikið betra, mörgum liti verra. Ég get bara, þannig að við höfum þetta allt fyrir framan okkur. Við vitum afleiðingar þess að ríki eins og því Svíþjóð og Finnland voru mörgum liti byggð upp eins og Ísland. Það voru skandinavísk ríki, þetta eru ríki sem eru rík af auðlindum. Þau fóru inn, mistu tökin á öllu og þetta eru afleiðingarnar. Svo annað dæmi, 2008, þá lentu bæði Grikkir og Íslendingar í miklum framgöngum. Þjóðarframleiðslan á Grikklandi árið 2008 eða 2007 fyrir hrunið var $31.000. Í dag er þjóðarframleiðslan í Grikklandi $27.000. Sko 17 ára seinna er ennþá 10% lægri þjóðarframleiðsla mann heldur voru 2008.
Ísland var með $56.000 á mann þjóðarframleiðslu 2008, núna eins og ég sagði með $100.000. Sko, það hefði ekki verið spurning hvernig okkur hefði farnast ef við hefði verið í Evrópusambandinu 2008. Við hefum verið teknir í bakkar eins og Grikkirnir. Þjóðarframleiðslan mann væri þá samkvæmt þessum $50.000. Það þýðir það, ef við hugsum bara það, að maður sem væri með $1.000.000 kall á mánuði, hann væri með $500.000 kall á mánuði. Við hugsum bara svona gróft. Og myndum við sagt þessu við það, vegna þess að dýrtíðin væri eins og sama. Þannig að við sjáum þetta og við höfum alla tölurnar fyrir framan okkur. Þessi vegferð inn í Evrópusambandið stór hættuleg fyrir Ísland. Þetta við verðum að átta okkur á þessu, við verðum að hafa þessar tölur á hreinu þegar við tölum við fólk. Við getum bara bent á Svíþjóð, Finnland og spurt hvernig hefur þeim farnast. Og svo höfum við annað dæmi. Það er ríki innan Evrópu sem að vaxa hvað hraðast, gengur hvað best með þjóðarframleiðslu og svona. Hvað ríki það? Það eru Færeyjar. Það eru ríki. Það er ekki Evrópusambandinu, það er ekki EES, það er ekki NATO. Þeir stjórna sínum málum alveg sjálfir. Þar er allt á uppleið. Þjóðarframleiðslan vex þar innan hraðast. Allur Evrópu. Þannig að, og svo talandi hvort evran skipti málið ekki, Svíar voru með krónuna, Finnarnir tóku upp evruna, þannig að gjaldmiðill skipti engu máli, hörmungarnir voru nákvæmlega sömu fyrir bæði ríkin og Finnarnir bölva sérstaklega að hafa tekið upp evru, það hefur alveg grafið mjög undan þeirra getu til þess að ná sér aftur á strik. Þannig að höfum þetta alveg hreinu, aðild að Íslands að Evrópusambandinu myndi verða hörmung fyrir framtíð þjóðarinnar og það kemur mjög fljótt fram í kjörum Íslendinga. Þannig að ef þeir að ræða þessi mál þá skulum við benda bara á Svíþjóð og spyrja bara hvernig hefur Svíþjóð farnast innan Evrópusambandsins eða Finnlandi. Takk fyrir. Þakka þér fyrir afbragðsræðu, Birgir. Meðan að Sigurður Þórðarson sem næstur á dagskrá talar, fer ég salinn og safna áskriftum að orðinu. Þakka þér kærlega Birgir. Og þakka þér ennþá meira fyrir greinina góða sem þú skrifaðir í Morgunblaðið fyrir skemmstu. Hún var afar upplýsandi spillinguna sem ríkir í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Það sem að Ursula von der Leyen stýrir og það sem að hún gerir best það er að skara elda sinni köku og ættingja sinna sem eru orðin moldrík aðalega fyrir hennar störf í bandalaginu. Til dæmis í svokölluðum COVID-lyfjum og svo framvegis. Ekki meira það. Ég er þannig ættaður að ég frétti eitt og annað stundum, ef ég legg mig eftir í, á frétti ég stundum eitt og annað sem að skrafað við ríkisstjórnarborðið. Eitt af því sem hefur verið nefnt þar nýlega er það að það er mikill vilji til þess hjá ákveðnum fulltrúum ríkisstjórnarinnar að flýta kosningunni aðildarviðræður ESB eins og það er kallað. Ég tel það afleitt vegna þess að tíminn vinnur með okkur. Tíminn vinnur með okkur ekki vegna þess að við séum með einhverja áróðusmiðla, Ríkisútvarpið, ég skulum ekki dæma það hart að blessa Ríkisútvarpið, það þáði 3 milljarða frá Evrópusambandinu, svo að því er kannski nokkuð vorkunn að það tekur afstöðu með Evrópusambandinu, en ekki þjóðinni. En ég segi þetta vegna þess að ég kynnti mér fyrir mörgum árum síðan stjórnarskráratriði, lög og reglugerðir Evrópusambandsins sem varða sjávarútvegsmál. Mér skipti þetta máli vegna þess að ég er fyrir sjómaður og kom dálítið að því að færa út landhelgina í 50 og síðan 200 mílur. Það sem ég var á miðunum og lenti oft í árekstur. En nógu það. Ríkisútvarpið þóttist ætlaði að vera með einhverja fræðsluþætti þetta og það var með miklum endemum. Þar var ruglað saman, þeir fengu það Aðalstein Leifsson sem að kynntur til sögunar sem sérfræðingur í Evrópusambandsmálum frá Háskólanum í Reykjavík, en hann talaði þannig ég var forviða. Og ég hringdi í vin minn og spurði þennan Aðalstein Leifsson og hann sagði,
byrju, hann ekki agent Evrópusambandsins? Það kom ekki fram, ég sagði bara, það getur ekki verið að Ríkisútvarpið okkar sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að kynna sjávarútvegsmál í sambandsins. Nei, kosti og galla fyrir Ísland, það getur ekki verið. Googlaðan, sagði þessi vinur minn sem látin í dag, og ég googlaði og ég fann séfafið hans og fleira. Það var ekkert það hann væri agent Evrópusambandsins. Herra. Og nei, ég þurfti að googla Evrópusambandið sjálft. Hann var ekki starfsmaður, en hann var einn af fjölmörgum agentum. Og Evrópusambandið með marga tugi slíkra á Íslandi í dag. Sumir að vinna hjá RÚV, sumir á Mogganum, en flestir sennilega bara lausæðandi út í bæ. Og þeir liggja í leyni, þeir birta stundum á Facebook með einhverja þvælu og það skynsamlegasta sem við gerum það, og ég byrjar á því núna, að afhjúpa þá. Og ég segi bara, vesallegst þú að þurfa að halda þessu fram, því að þetta þú ert náttúrulega að hæla höndinni sem fóðraði þig. Og þá þagna þeir venjulegast, en þeir þræta ekki ef maður bara með þetta rétt. En það sem ég ætlaði að segja, það margt sem okkur í vil bara í geopolítikinni. Ef við horfum á Evrópusambandið, þá það á niðurleið. Það á hraðri niðurleið. Þýskaland, sem var mikið iðnaðarveldi, það að iðnaðarvæðast mjög hratt. Volkswagen verksmiðjurnar í Düsseldorf að loka. Nú, sama má segja Mercedes-Benz, BMWs og fleiri. Þetta bara að gefa upp öndina. Frakkland, þar sömu sögu að segja, þar ríkissjóður að verða ógjaldfær. Það ekki spurning lengur það hvort hann verði ógjaldfær, heldur hvenær. Og það líður hratt að því. Þeir ríkið eyðir 5% meira heldur að það aflar í tekjur og nú bara skuldastappinn orðið svo hár að það erfitt að finna lántakendur og öðru hækka vexti og þá hækka skuldastappinn ennþá hraðar. Hann nú þegar komin í 115% af þjóðarframleiðslu, skuldir ríkisins. Þetta gjörsamlega ósjálfbært. Einu löndin sem einhver ljóspunktur innan Evrópusambandsins, það eru löndin sem nota ekki evru, það að segja Svíþjóð, Danmörk og Pólland. Allt öðru máli gegnur BRICS-löndin. Það mikill hagvöxtur. Ég var á síðastliðinn 50. Þá var ég á skemmtilegu fundi, kvöldverði, þar sem vorum að fagna hátíð, nýárshátíð eldhestsins, eins og það kallað. Og þar frétti ég eitt og annað, skemmtilegt. Kínverjar orðin næststærsta viðskiptaþjóð Íslands. Það mjög mikill uppgangur þar. Kínverjar opnuðu í síðastliðið haust á allar fisktegundir frá Íslandi. Áður hefðu bara selt til þeirra grásleppu, sæbjúgu og eitt og annað sem kannski spilar ekki stóra rullu. Þetta skiptir okkur miklu máli vegna þess að Evrópusambandið hefur ekki lengur efni á að kaupa á okkur þorskinn. Þeir eru byrjaðir að nota ufsa í fish and chips í Bretlandi og víðar. Og vegna kreppunar þá túristum að fækka á Íslandi en við erum að fá inn marga frá Kína. Þetta eru góða fréttir. Ég heyrði líka að við í sambandi við þegar við settum viðskiptabann á Rússland þá erum við búin að beinar afleiðingar af því eru 300 milljarðar tap en Kínverjar að bæta okkur þetta upp vegna þess að við eina þjóði í heiminum sem að borða karlónu eru Rússar og við höfum síðan að við Gunnar Bragi bannaði Rússum að kaupa lónu þá höfum við þurft að setja hana í von á því það engin annar markaður. En nú eru Kínverjar að kaupa þetta á okkur og selja þetta til Rússlands. En ekki segja Þorgerði frá því því að þá bannar hún okkur að selja karlónu til Kína. Ég var nefnilega dálítið tíma út í Rússlandi
Og ég kynntist því að fátækt fólk, ég var nú stundum blankur sjálfur þegar ég var hérna, að fátækt fólk að það borðar aðalega brauð og kartöflur og til að fá prótein þá færa sér loðnu með, karlloðnu. Og okkur þykir þetta ekki spennandi en þeim finnst þetta hollt og gott. En allavega, ég ætlaði bara að segja ykkur það að tíminn vinnur með okkur þó að þeir séu með alla þessa, þó að þeir séu með RÚV og þó að þeir séu með alla þessa PR-menn og sko bara flestir því miður fylgja svo illa með en eins og þegar við komum fram hérna hjá öllum ræðmönnum þá eru rökin okkar megin og við erum einbyttari, við erum betri málstað, lifi Ísland. Þakkaði fyrir Sigurður. Næstur Hjalti Atlason og svo Jón Bjarnason. Jón, viltu ekki koma og færa þig bara hingað í stólinn og svo fer ég aðra söfnunarferð fyrir orðinu. Gjörðu svo vel. Góð kvöldið. Kannski að tala samband Bandaríkjanna og Evrópu. Við taka aðeins áfram sem að Páll sagði baráttunum norðurið og og það má minnast þess þegar Bandaríkja Trump vann þá sagði Elon Musk sko að alternative for Deutschland séu að vinna. Það verður búið líf og dauða í Þýskalandi og því þekkið þess að munhéræðu hjá Gídeon Vance það sem er að segja óvirunin sé innanfrá í Evrópusambandinu og núna eru þeir sko farnir að segja að í Bandaríkjunum að fólk sem stundir sem sagt kúgun og málfrelsi fá ekki mannréttindaleyfi í Bandaríkjunum. Bæði pólitíkus eins og breskir pólitíkusar eru að hóta þeir sem eru að kúga í Evrópu fá ekki komið til Bandaríkjanna. Og það sem að svona óundirbúin ræða en já og núna erum við með þess að koma með einhverja síðu í Bandaríkjanum þar sem að efni sem blokkað í Evrópusambandinu verði sýnt. Þannig að þeir eru svolítið að grafa undan þessari árás á málfrelsi í Evrópu. Og það sem ég held líka að þessi nálgun hjá Trump með Grænland og annað sko, ég held að það sé mjög stutt í bara hreinlega kallt stríð á milli Evrópu og Bandaríkjanna og við erum ekki Bandaríkjanum erum ekki að afska frekarnir hérna og þannig að sko ég held að mig ekki vanmeta sko hvað gríðarlega styrkt þarna á milli. Þú veist, Trump lítur ekki við von der Leyen, hún bara reykist ekki hann sko, hann talar bara við þjóðarleiðtoga í Evrópu. Sko hvað þetta þýðir, sko þetta gæti, það getur vel við þess að svona hreyfing eins og þessi gæti fengið styrki frá Bandaríkjunum með einum öðrum hætti fyrir þessar kosningabaráttu. Fyrir lagið, en ég held sko að þeim sé ekki sama sko að Evrópusambandið sé að vaða hérna uppi sko, bara alls ekki sko. Ég held að, og það var, Trump var ekki að grínast rauninni með Grænland, hann lítur rauninni á þetta Davos pakk, þú veist, maður getur tala samsölukenningar, þetta ekki lengur samsölukenningar eftir þessi Epstein-skjöl, þetta náttúrulega bara einhver yfir þetta eitthvað lið sem að já, svona þykist ráða heiminum og þarna einhverju elitusporti þarna fróðan allt. Já, þannig að ég vildi bara svona skerpa á sig, ég algjörlega sammála að það gríðarlega mikilvægt fyrir að ná Íslandi og þetta orðin baráttu þarna milli þessara heimsálfa og raunin bara líka það mjög áhugaverð baráttu en ég segi svona, meira hann ekki. Þakkaði fyrir Hjalti. Næstur Jón Bjarnason og svo Guðbjörn Jónsson og ég fer aftur söfnunarferð
áskrift að orðinu. Gjörðu svo vel, Jón minn, og velkomin. Þarf að tala í þetta. Það er á træktinu, já. Annars heyrist ekki í þér. Jú, það heyrist nú aðskotið á. Já, bara gott kvöld og gaman að sjá okkur. Og flottur fundur. Og framsöguerindin flott og fróðleg. Maður velti aðeins fyrir sér þegar Páll var að tala að það þurfti að taka alla höfðingja sinni í gíslingu árið 2000 til þess að ná fram samningu. Ég velti aðeins fyrir mig hverja hann var að nú að vísa til að væri verið að taka í gíslingu af hálfu Evrópusambandsins. En það eins og Halldór Kiljan Laxness sagði í sinni ræðu fyrsta des, líka 1930 og svo aftur 1955, að hættulegustu óvinir hverrar þjóðar eru þeir innlendu umboðsmenn sem ganga erlendu kúgunarvaldi á hönd. Og það held ég að við verðum bara að átta okkur á. Ég kemur ekki til að halda henni mikla ræðu, ég bara segja ykkur að það var svolítið fróðlegt og eftirminnilegt á sínum tíma þegar að ég stóð í þessu sjálfur og auglítið annars vegar við félaga mína í ríkisstjórn sem vissurinn eftir hvað þeir voru að fara út í og ég ætti vita ekki enn og hins vegar að standa auglítið til auglítis við harða ekki samningamenn, heldur fulltrúa Evrópusambandsins sem voru að ganga eftir því að við fylgdum eftir þeim kröfum sem það setti við að taka á móti umsókninni aðild að Evrópusambandinu. Því það snýst bara hvernig við uppfyllum þær kröfur sem það eru settar, hvenær og hvernig. Ég heldur að félagar mínir í ríkisstjórn hafa aldrei áttað sig á þessu og ég heldur ekki að þetta enn. En menn halda að það sé hægt að fara í samninga í umsóknarferli með Evrópusambandið og halda að það sé það eitthvað að semja. Og það mjög gróf blending af hálfu stjórnmálamanna að halda slíku fram. Þeir eru kostir til þess að við getum verið sammálaðir eða ósammála, en þeir eru þó kostir til þess að tala af nokkrum heiðarleika. Og ég segi það bara að þeir sem halda sér hægt að fara og kíkja í pakkan sem til skemmtunar, að það afar gróf blending og fólk á ekki að láta fara sér munn sem hefur alltaf til þess að hafa traust. Aðeins að víkja síðan að því hvernig að standi í svona röðum. Ég fékk fljótt alveg mig fullsattan að því að ræða hvað borgaði sig. Þá maður út á hálum ís. Ég skil það að menn þurfa að taka þá umræðu, hvað borgar sig og hvað borgar sig ekki. Og þessi setning að Íslandi sé best borgin innan Evrópusambandsins, eins og við séum á einhverjum hraðkólum, einhverjum nauðþurfta þjóð, maður notar ekki slíkt orðalag. Og í þeim, það var náttúrulega mjög erfiðir tímar þegar við vorum að kljást við þessu umsókn 2009 sem lauk þannig að hún fór alveg upp á sker, bæði í samskiptum við Evrópusambandið og eins líka innan ríkisstjórnar, að þá fann ég að maður fer ekki svona inn í svona mál út af því hvað borgar sig. Þú verður að hafa hjarta, þú verður að hafa þá hugsun, þú verður að hafa þá löngun til að vera sjálfstæður einstaklingur og í sjálfstæðri þjóð. Borgunar umræðan, maður lendur alltaf upp á sker, en ég skil við verðum að taka. Aðeins Grænland, að því að við stóðum líka í þessu, þá einingja grænlendingar nú gjalda þeir fyrir það að þeir sögðu sig úr Evrópusambandinu. Trump hefur í sjálfu sér ekki sagt neitt annað en Bandaríkjamenn hafa sagt áratugabil.
að þeir vilji hafa þarna yfirráð yfir Grænlandi, kannski orða það eitthvað á sem kempist átt, en Bandaríkjamenn hafa þarna herstöður og hafa fengið að gera hvað sem en Evrópuþjóðir geta ekki fyrirgefið Grænlendingum að segja sig úr Evrópusambandinu. Evrópusambandið gerði það þegar það fékk fullveldi til, þá sömduðu sig úr Evrópusambandinu. Það tók enn minni 10 ár að ná þeim samningum og Evrópusambandið heimtaði skaðabætur af Grænlendingum fyrir að segja sig úr sambandinu. Og meðan annars fengu þær skaðabætur að þeir mættu fiska svo og svo mikið og svo lengi í lögsögu Grænlendinga. Og þetta það sem að núna það eru fyrst og fremst Evrópuþjóðir sem að blása upp og stilla Grænlendingum svo upp. Þið skulu fá að borga það að þið sögðu ykkur úr Evrópusambandinu. Nú, ég ætti ekki að hafa þetta, en bara gaman að heyra og vera með, að hlusta og taka þátt. En við tökum slagir hvar sem við hittum aðra manneskju á kaffistofum eða hvað sem eða við sjálfum okkur. Kannski alltaf besti slagurinn sem maður tekur við sjálfan sig, því að maður þarf að hafa huginn og hjarta til að fylgja eftir og þá koma rökin. Góða stundir. Takk fyrir Jón, og Guðbjörn Jónsson næstur á mælendaskrá og ég hvet ykkur til þess að biðja orðið, leggja orðið í belg. Það þarft og gott og nauðsynlegt. Gjörðu svo ykkur við. Hafðu trektina framan í þér. Það var trektina framan í mig og þakkaði fyrir. Ég ætla ekki að vera langorður, en það sem að við langar til þess að vekja athygli ykkar á, sem hérna, það hver afstaða Bandaríkjanna hefur verið til norðurslóðanna, hér, Grænlands og Íslands. Það búið að koma nokkur sinnum fram á síðustu áratugum, þessi afstaða Bandaríkjanna sem búin að vera óbreytt. Alveg síðan að ég var ungur maður, þá var þessi afstaða alveg skýr þegar við vorum að jöfnast við að keyra sand upp á Keflavíkurflugvöll þegar við vorum nýkomnir fyrir flugbrautirnar. En það var einfaldlega skýrt að við getum látið okkur dreyma að einhver annar þjóð kæmi hér til valda eða áhrifa, því þið bara rústað. Ef við ætlaðum að þráast við, þá þið bara hérna kjálkinn, Reykjaneskjálkinn, hann bara þurrkaður niður og byggður upp aftur. Það einfalt. Þetta búið að koma fram oft og þetta kom fram núna síðast, bara þegar var verið að tala Grænland, að þá var það herforingi sem var spurður út í það, hvort að þeir getur hugsað sér að einhver ræði yfirráðum yfir Grænlandi, og hann sagði bara hreint út það var ekkert inn í myndinni. Og þá var spurt, en hvað með Ísland? Ísland hefur aldrei verið á þessum markaði. Við getum ekki verið án Íslands. Það var einfaldlega, það var búið að kortleggja alla varnarstöðu Bandaríkjanna héðan frá þessum skaga, og því verður ekki breytt. Við getum búið okkur undir það að fá að stjórna okkur sjálf ef við látum
Bandaríkinn afskiptalaust þannig og tefnum hvergi gegn fáum við að vera afskiptalaust, við fáum að eiga aurana sem við vinnum fyrir, en ef við gerum það ekki, þá bara getum við kennt barnabörnunum okkar hvernig það var að vera Íslendingur. Takk fyrir Guðbjörn. Nú mælendaskráin tæmd en enn tími og orðið laust. En á meðan menn að hugsa sig þá heyrist ekki trektinni. Þá ætla ég að minna ykkur á það að þið komist í alla málfundi félagsins að minnsta kosti framsögurnar og ýmislegt annað efni. Ef þið farið inn á island.is. Kristján, segðu, þú kannt þessa tækni þulur, ég kann það ekki. Það er bara helst Frelsi og fullveldi með síða á Facebook, facebook.com og /Frelsi og fullveldi. Svo síða á YouTube og það er bara 3 myndbönd þar en við erum að fjölga það núna öst og eldri þættir eða upptökur eru á Spotify. Takk fyrir, orðið laust, Jón Magnússon, gjörðu svo vel. Og þú hefur trektina upp í þér, Jón minn. Ágætu fundarmenn, heyrist ekki til mér svona? Allt í lagi, þá ætla ég að fá. Kristján ég ekki til þess að Já, það er svoleiðis, þetta verður að upptaka. Ólafur skoraði á mig að koma upp í ræðustól. Og ég sagði ég hefði ekkert að segja og þá sagði hann þá voru endilega að fara upp í ræðustól. Ég velti því fyrir mig þegar ég hlustaði hér á framsögumenn, þegar þeir vísuði í heilaga rómverska keisaradæmið og fóru svona á hraðferði yfir Íslandssöguna sem var ágætt og góð upprifjun og þá saknaði ég tvenns hjá þeim báðum. Það var annars vegar Jón Loftsson sem var mestu höfðingi á Íslandi sinni tíð þegar að kirkjuvaldið ætlaði að raunverulega koma sjálfstæði landsins fyrir kattan ef ekki í fyrsta skipti að og þá vildi þeir heimta ákveðin kirkjuskatt og Jón Loftsson stóð á móti og þá var sagt að þetta væri nú erkibiskupinn í Niðarósi sem að segja að svona þyrfti þetta að vera og Jón Loftsson sagði heyra má ég erkibiskupsdóm en ráðinn ég í að hafa hann að engu og svo ætla ég að fara í útildúr. Evrópusambandið að leggja þunga loftslagsskatta á fólk og fyrirtæki og nánast að gera útilokað að hægt sé að reka íslenskt flugfélag. Það ekki boðið upp á undan, þá fyrir okkur, þó það sé full ástæða til. Bara það atriði sýnir hvar þetta samband statt. Ég saknaði líka í sögulegri upprifjun, og því ég nú gaman að sögu, það var Einar Þveraengur sem að neitaði ásókn Ólafs stygra, Noregskonungs, sem vildi fá að fá einn skækil af landinu, eða rétt fyrir utan landið sem heiti Grímsey. Og Einar Þveraengur sagði og benti á að það væri nú auðvelt til sóknarinn á Ísland og Ísland að tapa sjálfstæði sínu ef það yrði látið undan þessu erlenda valdi. En þannig hefur það verið aldir að Ísland allavega ekki það ómerkilegt að hið erlenda vald vilja ekki deila og drottna hér á landi. Og það það sem við þurfum alltaf að vera á varðbergi gagnvart. Nú það var margir flutt hér ágætar ræður varðandi þetta atriði og við skulum ekki gleyma því svo ég fari enn í sögulegu upprifjun þegar að þjóðskáldið hvað þá komu nú bregði ég mér í líki Guðn Ágústssonar þá komu feðurnir frægu og frjálsræði setjunnar góðu austanum Hildibis haf hingað í sælunar reit reistu sér byggðir og bú í blómguðu dalana skauti, hugust að íþrótt og list og undu svo glaðir við sitt,
Og það það grundvallaratriði sem við þurfum að gera okkur grein fyrir. Við höfum að guna glaðir við okkar vegna þess að við höfum það eitthvað best í veröldinni og það öldungisljóst ef við játumst undir erlent vald að þá það farið. Farið ekki bara í skamman tíma, heldur farið að eilífu. Birgir kom hérna upp áðan, Steingrímsson, og gerði grein fyrir því tölulega hvað það hefði þýtt annars verið fyrir Ísland að vera utan Evrópusambandsins og hins vegar fyrir Svíþjóð og Finnland. Við getum tekið fleiri dæmi. En fyrir okkur núna þá mun vitlegra og skynsamlegra að horfa í vestur en ekki austur. Þakka fyrir. Þakka fyrir. Orðið laust ef einhver vill kveða sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Halldór. Halldór Gísli Sigurðsson, gjörðu svo vel. Þetta búið að vera góða ræður í kvöld. Ég ætla bara að minnast á eitt smá atriði. Ég nú einn af þeim sem að ganga með stjórnarskrán í vasanum. Stendur ykkur staðar í stjórnarskrá Íslands að það megi skattleggja okkur íbúa Íslands til að sendja til erlendra stofnana? Bara vekja athygli á þessu, ég get hvergi fundið neitt það að það megi senda okkar skattfé til útlanda. Takk. Þakka fyrir. Ef ekki eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá gef ég frummælendum orðið í öfugri röð við það sem þeir töluðu, þannig að Haraldur Ólafsson fær orðið fyrri og Páll slæri botninn í samtalið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Þakka þér fyrir, Geir. Ég vil gjarnan þakka ykkur fyrir að standa fyrir þessum fundum. Þeir eru mikilvægir. Það mikilvægt að við hvetjum hvert annað í þessum málum og drögum fram þau rök sem að við flest könnumst við, en það þarf bara að rifja þau upp öðru hverju. Og ég þakka þeim sem að hafa komið hér með athugasemdir eftir að við töluðum. Þessum tölur sem að Birgir nefndi þær eru sláandi, en það ekkert erfitt að trúa þeim þegar maður hugsa sig aðeins betur. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og hvet ykkur aftur til þess að beita ykkur annað með því að skrifa greinar í blöð. Það eru mörg fleiri blöð, þetta er Vísi og Morgunblaðið, það eru Héraðsfréttablöð, það er Bændablaðið og flest þessi blöð taka gjarnan við greinum. Það þurfi ekki vera langar aðalatriðið, það er fyrir margar og það komið margt fram. Takk fyrir. Páll, gjörðu svo vel. Ég þakka kærlega fyrir umræðurnar, það mjög áhugaverðar og punktar sem kom í hugan. Það eru 2-3 atriði sem að koma í hugan í framhald af því sem það var sagt og það sem að Haraldur talaði með það og aðrir hafa nefnt. Það er möguleiki að verði svindlað á okkur. Og ég ætla að útskýra fyrir ykkur svindlið. Þegar að sóttanum síðast 2009 þá fór á stað aðlögunarviðræður. Það er reyna að telja ykkur trú að það séu viðræður við vitum að aðlögun. En það er önnur leið fyrir Íslandinn. Forseti Finnlands, hann útskýrði þessa leið þegar hann var að tala um Úkraínu og Grænland á Davos-ráðstefnunni. Og hann sagði, núna verði að passa mig, þegar ég tala um utanríkismál og vinn með utanríkismál sem forseti Finnlands, en forsætisráðherra sér um ESB-mál. Segir hann, þetta er maður sem heitir Alexander Stubbs, hann er þrautreyndur diplomati, þó hann sé ekki mjög aldinn. Og hann segir, það
ein leið sem ég veit að er verið að ræða í Brussel. Hún er þessi: þjóð sem hefur hug á að koma inn, hún kemur bara beint inn. Það er ekki uppfyllt eitt eða neitt. En hún kemur inn og svo fær hún réttindin jafnt og þétt sem fullveðja ESB-ríki á þeim tíma sem hún uppfyllir skilyrði, en hún er komin inn. Þannig að svo hætta vofir yfir að nái það fram að ganga að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla, og við eigum að í lengstu lög af mínu mati að koma í veg fyrir hana. Við vitum að þetta verður einhvers konar platsspurning, má ekki tala við ESB, má ekki pakka eitthvað svoleiðis, orðasynskilja, þannig að verði sem erfiðast að vera á móti. Að fái þeir já, þá förum við inn. Svo verum við bara í viðræðum innan frá að uppfylla skilyrði. Það er gerjun í Evrópusambandinu. Það er umræða fyrir utan þetta sem ég var að segja í sambandið sem snýr mér að eingöngu. Þá er umræðum tveggja þrep Evrópu, þar sem kjarnaríki, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, fari í hraðari samruna og svo verður svona ytri ríki. Þannig að það er heilmikil umræða hvernig þeir ætla að bregðast við, og við þurfum að hafa fullan vara á og biðja og hvetja þingmenn okkar, sem eru þingmenn með réttan stöð til málsins, og auðvitað ættu þeir að vita að manna best, þeir eru þarna niður í gósinni að ræða sín á milli, að gæta sín verulega á að gefa færi á þjóðaratkvæðagreiðslu. Við eigum að fresta henni því eins og kom fram hér áðan, tíminn vinnur með okkur. Svo er það eitt annað, og það er saman við Bandaríkin. Ég skynja að það eru sterkur rök í ákveðna hópa, þá er ég að tala meira þá sem eru til hægri pólitíkinni, að ræða að varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 51 komist í uppnám, ljáum við máls að því að gangi í ESB með þá stórveldadrauma sem ESB er að sýna í norðurinu og stilla málum upp þannig. Já, þið hafið áhyggjur af Rússum, Kínverjum og við reynslu af Bandaríkjamönnum frá 51 ráðið fyrir 51, og þeir hafa haft sína aðstöðu hérna, látið okkur meira og minna í friði. Varnarsamningurinn er ekki flókið skjal, 2 síður ef maður rétt, og eigum við að fara að fórna þessu og þeim stöðugleika í öryggis- og varnarmálum sem við höfum haft frá 51, reyndar fyrir það, fyrir óvissuna sem fylgir ESB. Það höfðar til fólks, því að þó að ég hafi mjög sterkt á tilfinninguna að við sem hér erum inni, við erum ekki fallin fyrir þeim áróðri að heimurinn sé á hverfanda hveli út af því sorglega stríði sem stendur núna yfir í austri, og að falli Úkraína þá verði Rússar mættir á Reykjanesið. Ég ætlaði að segja Berlín. Ég fór ekki alveg á Reykjanesi. Við föllum ekki alveg fyrir því. Það eru átök þarna og það hefur verið nefnt og talað áðan að þetta eru ákveð uppgjör eftir kaldastríðsárana annars vegar og hins vegar ákveðin öryggisþættir í Austur-Evrópu, en að Rússar ætla sér inn í Vestur-Evrópu til að borga eftirlaun fólks þar, það ég bara kaupi það ekki. Og þó þið vildu þá gengur þeim ekkert ofboðslega vel í Úkraínu. Þeim miðar í þá átt að þeir vinna lönd, en þeir vinna það hægt, og þeir eru 150-40 milljón manna þjóð. Úkraína var fyrir stríð 44 milljón manna þjóð, og þeir nú leggja til við það Rússandir. Þannig að Rússland ógni heimsfriðinum, það er mjög vafasamt, og við ættum að hafa það í huga, því að það er svolítið reynt svolítið í umræðunni að selja okkur þessa hugsun að ef að við tökum ekki þátt í ESB stöðunni með
Úkraínu og þá sé bara Vestur-Evrópu og nánast einn frálsi heimur fallið. Þetta svo út í bláinn, Evrópu á móti 500 milljón. Rússar myndu reyna sig við að þeir eru með þjálfaðan her og allt í fína með það, en Pútín er ekki eins og nafnaða skáldsögunni hans Dostojevskí fávitin. Hann það bara ekki og þau sem stýra hann með honum. En það fyrra sem ég sagði mikilvægast. Vörum okkur á þessu falsi sem getur komið upp að það fáið þeir í á, sem þeir stefnað með endanlegri þjóðatkvæðagreiðslu, og þá okkur bara kippt inn. Það uppi hugmyndar að fara ekki þessa löngu hægu leið sem menn hafa lýst hér og Jón tók þátt í sjálfur, Bjarnason, að okkur bara smellt inn og svo myndum við uppfylla skilyrðið smátt. ESB myndi ekkert með nöfn. Þetta stór hættuleg staða sem við erum í. En förum bjartsýn út í vornóttina, það finnst þið að hitt úti og bráðum 5 vor. Ég þakka kærlega fyrir mig og takk fyrir að boðið. Leið og ég þakka þennan fund framsögumönnum, öllum þeim sem hér töluðu og öllum þeim sem hér hafa hlýtt og notið fundarins. Leið og ég þakka fundinn, þá ætla ég að leyfa mér að misnota aðstöðu mína örlítið og taka sérstaklega undir varnaðarorð Páls hér í lokin þrepaskiptinguna sem þegar orðin í Evrópusambandinu. Evrópusambandið ekki eitthvað eitt. Það að minnsta kosti þrískipt. Það eru stórþjóðirnar sem hann nefndi. Neitunarvald aðildarþjóðanna horfið. Það talar engin lengur neitunarvaldið. Meiri segja gildar þjóðir eins og Ungverjar og Slóvenar, þeir eru teknir á beinið ef þeir hreyfa einhverjum andmælum í því sem á að keyra ofan í þá frá Brussel. Evrópusambandið hefur skipt sér af kosningum í Rúmeníu, í Moldavíu, í Georgíu. Þeir munu skipta sér af þessum kosningum hér. Við skulum ekki láta okkur detta annað í hug. Og fleiri en einn og fleiri en tveir hafa nefnt það að konungsgarður víður inngöngu en þröngur útgöngu. Og það eitt sem víst að ef við álpumst inn í þetta Evrópusamband þá förum við til andskotans með því. Það eitt sem víst og ég ekki að blóta, heldur ég að kenna fjandanum með það sem hann á. En Jón, vinur minn Magnússon, hann fann að því að Jón Loftsson var ekki nefndur en nærri fóru þeir báðir, Haraldur og Páll, því að þeir nefndu Magnús Berfættan, tengdaföður Jóns, föður Þóru Magnúsdóttur, vegna þess að hann var nefndur þá langar mig að segja það sem að satt að framfara menn eru viðsjárverðir, svo sem eins og þeir sem telja til framfara að álpast inn í Evrópusambandið, en verri eru gönurhlaupsmenn eins og Magnús Berfættur. Hann drap sig á ævintýrum, 29 ára gamall á Írlandi. Hann kynntist útlöndunum, það að segja Írlandi, þegar hann var 16 vetra. Eftir það eyddi hann hverju sumri og megninu af árinu raunar. Sum árin kom hann ekki heim til Noregs. Heldur hann að þvælast í stuldi, þjófnuðum, manndrápum og ofbeldi á Írlandi og var svo hrifinn af öllum hlutum þar vestra að það mátti heyra á mæli hans því hann keldi til orðana, segir Snorri. Hann talaði eins og kani sem sé og hætti að ganga í brókum, heldur gekk hann í kilti eða pilsi og var kallaður berleggur eða berfættur fyrir vikið. Við skulum hugsa stundum hann Magnús. Þetta var maðurinn sem sagði það sem Jón nefndi hér áðan, eða var það Ólafur, sem hann nefndi það að eigi hafað menn konunga til langlífis heldur fræðar sagði og drap sig á fræðinni. En
Ég þakka þennan fund og hlakka til næsta fundar sem verður í næsta mánuði, í mars, og vek aftur athygli ykkar á því að það er hægt að komast inn á síðun okkar og hlusta á framsögumenn og það annað efni sem þar hefur verið dregið saman og verður stór aukið ef Guð lofar á næstunni. Ég þakka ykkur fundinn, óska ykkur góðrar heimferðar og góðrar heimkomu og segi fundinum slitið.